Komið sælir og blessaðir, kæru bogamenn. Hér eru spil fyrir vikuna eða næstu daga og þvílík spil. Þetta er erfið orka, þung orka. Kæri bogamaður, það setur að þér miklar áhyggjur. Einhverjum ykkar líður eins og þeir séu fastir og geta ekki hreyft sig. Aðrir eru búin að grafa sig í skafl, bókstaflega neikvæðra hugsana. Hér er bara kvíði, svefnlausar nætur, erfiðleikar og það liggur við að hugsanirnar ber ykkur ofurliði. Kæri bogamenn, ég hef fulla samúð með ykkur ef þið eru að gangi gegnum sorg eða erfiðleikar sem að reyna mikið á tilfinninga og sálarlíf. Í einhverjum tilvikum getur þetta verið ástarsorg. En þegar að hugsanirnar eru svona miklar og svona sterkar, þá ganga þær út yfir, bæði tilfinningar ykkar og líkamann. Þannig að það kemur ekki á óvart og einhverjir ykkar finni fyrir líkamlegum verkjum, mikilli þreytu, sleni og bara almennri vanlíðan í þessari stöðu. En að sjálfsögðu á þetta ekki við ykkur alla. Fyrir ykkur sem eruð í einhvers konar sorgarferli, þá verða sorgarferli auðvitað að hafa sinn gang og svo sem ekki mikið hægt að gera og ætti kannski ekki mikið að gera í þeim, en reynið þá að leita til ykkar nánustu eða til góðra vina eða þeirra sem að skiljið hvað þið eru að gangi í gegnum til að aðeins að létta á. Því að þetta er svolítið yfirþyrmandi kraftur hérna. Því meira áhyggjur sem þið hafið, því meira fóðrið þið neikvæðu áhrifin af þeim. Það er ofhugsunin hér líka sem að veldur því að hlutirnir virðast vera verri en þeir eru. Og það getur verið gott að reyna að horfa á jákvæðar hliðar á málinu, reyna að horfa á hvað þið geti lært af þessari stöðu, hvernig þið geti fengið eitthvað jákvætt fyrir ykkur út úr þessari stöðu. Það leynast stundum ákveðnir gullmolar, ákveðin tækifæri í erfiðum svona tímabilum í lífi okkar. En þetta er tími sem að mun líða hjá og framundan er svona ákveðin endapunktur áður en að hlutirnir verða betri. Fyrst afsökunar á þessu. Ég ætla að draga fyrir ykkur einn engil eða tvo. Við skulum sjá. Sko, það er ástarlífið, eins og ég sagði. Einhverjir ykkar ef til vill að gangi gegnum ástarsorg eða hafi verið að upplifa höfnun og eru þess vegna niðurdregnir og daprir. Skulum taka einn í viðbót. Það sem þið þráið eða viljið er á næsta leiti. Allt mun ganga upp. Ok, það er ákveðin endalok, ákveðin, hvað skulum við segja, endapunktur á hlutunum. Þar sem að málin munu snúast á betri veg. Það þarf ekki endilega að vera
að hlutirnir fari akkurat eins og þið eruð að óska eftir, en þeir fara einhvern veginn þannig að þið hafið tækifæri til að koma sterkari og betri út úr þessu ferli. Þetta getur verið líka bara svona hinn almenni jólakvíði eða hvernig þið eruð að fara að umgangast ástvini ykkar í kringum jólin eða hátíðirnar. En einhver rómantískur punktur er hérna. Þetta getur verið álag á sambandi ykkar eða á hjónabandið eða ef þið vill einhver sem að þið þekki sem að stendur í skilnaði eða eru ekki þið sjálfir, kæru bógamenn. En hvað sem því líður, og ég ætla ekki að fara lengra með þetta, hlutinni munu fara á betri veg, eins og ég sjáu þessa fallegu álfa hérna sem að horfast í augu brosandi. Ég ætla að láta þetta duga í bili, kæru bógamenn, ljós og kærleikur inn í vikuna.